Fimmti hver nemandi í 10. bekk finnur fyrir kvíða daglega. Þriðjungur karla 18–35 ára nota nikótínpúða daglega og helmingur kvenna 35–44 ára finnur oft fyrir streitu í daglegu lífi. 76% Íslendinga eru í ofþyngd. En einungis 2% af framlagi til heilbrigðismála er varið til forvarna. Og það nærumhverfið sem hefur langmest áhrif á heilsu og líðan fólks samkvæmt rannsóknum. Og því best að beita forvörnum til að fækka nýgengi í áhættufólkum. Þegar ég vann að lýðheilsustefnu fyrir sveitarfélög fyrir nokkrum árum síðan, þá kynntist ég því að þau hafa aðgengi af ógrynni á góðum gögnum, en þau koma frá ólíkum áttum og á mjög flóknu formi oft á tíðum. Að nýta þau krefst sérþekkingar og ákvarðanatakan um forvarnir er tímafrægt ferli og árangurinn er sjaldnast metinn. Við ætlum að leysa þennan vanda með hugbúnaðarlausn sem gerir sveitarfélögunum kleift að þróa forvarnir með markvissum hætti og erum nú þegar á samtali við Garðabæ pilotverkefni. Lausnin okkar auðveldar sveitarfélögum að greina stöðuna, þróa og styðja ákvarðanatöku við innleiðingu og mæla árangurinn. Viðskiptavinurinn okkar er sveitarfélögin og það eru nú náttúrulega á 64 sveitarfélög á Íslandi, 1050 sveitarfélög í Norðurlöndum til viðbótar. Og við höfum skoðað dæmi kostnaðar ábatagreiningar hjá The Washington State Institute of Public Policy. Þeir sérhæfa sig í útreikningum og inngripum og ábatið fyrir sveitarfélögin getur margfaldast. Fyrir hverja krónu sem er fjárfest getur skilað sér tugi og jafnvel hundruð króna tilbaka. Við sjáum fyrir okkur áskriftarlíkan með ákveðnu upphafsgjaldi og svo til innleiðingarkerfis og svo stuðning í formi framhaldsþjónustu eftir þörfum. Markaðurinn í dag er þannig að það er hægt að fá ýmiss konar ráðgjöf og greiningartóli eru til staðar en það er engin heildstæð lausn sem spannar ferlið frá upphafi til enda og er byggð á hugmyndafræði forvarnir. Ávinningur sveitarfélaganna er þríþættur. Það eru markvissari og hagkvæmari forvarnir, það er bætt heilsa og líðan íbúa og síðast en ekki síst lægri þjónustukostnaður fyrir sveitarfélögin. Og svo lækkar náttúrulega kostnaðurinn auðvitað fyrir heilbrigðiskerfið heilt yfir. En af hverju núna? Það er brýn þörf fyrir öflugar forvarnir á okkar mati. Og í dag er líka einfaldara aðgengi að góðum gögnum og gagnasöfnum. Og svo er það tækniþróunin sem gerir þetta allt miklu meira mögulegt í dag. Teymið okkar með víðtæka menntun og reynslu. Við búum sameiginlega 15 ára reynslu við þróunarrannsóknir á stafrænum heilbrigðislausnum hjá Sidekick Health. Svo hefur við fengið til liðs við okkur sérfræðing í hugbúnaðarþróun og gervigreind, og við höfum tekið þessa hugmynd okkar í gegnum 2 hraðla, Clark Health og svo hér hjá Snjallræði og viljum halda áfram að þróa þessa hugmynd einfaldlega vegna þess að við brennum fyrir bætt samfélag með öflugum forvörnum. Og við leitum á samtali við áhugasama aðila og fjármagni til að þróa lausnina okkar áfram. Takk fyrir.